Já, komið þið sælblessuð. Það urðu smá tæknilegir örðuleikar eins og gerist stundum þegar að fólk kemur saman og þarf að reiða á tæknina. Þá verða stundum tæknilegir örðuleikar. En helst í hendur oft saman. Við erum komnir hérna Guðlaugur Þór Brandsson og Danni Þór Heimisson. Já. Gaman að sjá okkur öll að horfa. Já, það er nefnilega ekki kjaftur í húsinu en við gerum ráð fyrir að það sé gríðarlega margir að hlusta á útsendinguna. En eins og við sögum án, þá er enginn heyrði, þá er Lúlli mættur, það er því miður, þá sjáum við hann inn í höllinni. Það er leiðilegt að sjá hann, en svo er liðin, þau eru þannig að það eru 11 einstaklingar í hvoru liði og það eru allt karlmenn og á bekknum eru 4 hjá Káramönnum en 7 hjá ÍR og það er oftast 7 á bekk nema í landsliði og Ítalíu en Kári getur greinilega ekki mannað það. Þar vantar meira sér menn eins og borðið Marino, hann er ekki í hóp. Já, ég veit ekkert hvað DJ-in er að gera í dag. Nei, og fleiri. Já, Arnar Freyr, hann er eitthvað hann að sprikla, ég veit ekki hvað hann er. Nei. Hann er bara mættur að horfa, sé ég. Já, ok. Er einhverjir skemmtilegir að horfa hérna? Það eru færri, af því að það eru fáir. Elli Kúpjær, Ellert Lári mættur. Já, Binni, Vallavörður. Eða Halldór, eða Dóri, eða Binni, eða Brynjar, það fyrir eftir hvað kallar hann. Þú kallar hann Binna? Já, oftast. En er Jón Vilhelm bara að spila? Kári er að spila eitthvað nýtt kerfi, hann sýnist Einar. Ég skil ekki alveg hvað Einar er að gera. Nei. Við erum ekki alveg að átta okkur á öllu hérna. Fín setting á Gunnar. Til dæmis er Birgir Steinn að spila miðju. Já, byggarinn er á miðjunni, það er eitthvað. Og við urðum svolítið seinir að setja klukkuna í gang. Hún var að fara í gang núna, það er búnar einhverjar, við erum cirka mínútu á eftir fyrir þann og það er skot og það er yfir. En ég væri til í að fá þennan skjá stóran. Þá ítum við á þetta hérna. Já, þetta er allt annað. Allt í gangi. Það er gaman að sjá það er alvöru dómar í þessu leik, þótt hann sé ekki alltaf góður, þá er hann samt að dæma í efstu deild. Það er Helgi Mikael Valsari, hann á ekki að dæma hjá Val, það er grín þegar hann fær að dæma hjá Val. Hann heldur með þeim. Hann spilaði með þeim í öðrum flokki og heldur þar alveg með þeim, sem er vandræðalegt. En það er gaman að segja frá því að þjálfari ÍR-inga, Jóhannes Guðlaugsson, sem er, ekki framkvæmdastjóri, forstjóri og þjálfari meistaraflokkskarla hann í ÍR og er meistaraflokksráðinu. Já, hann gerir allt. Hann er, nú fer boltinn í Helga. En það var í lagi að þið byggarinn fekk hann. Ok, þannig að hann er frændið þinn? Hann er nefnilega frændið minn. Hann er bróðir mömmuðinnar? Já, hann er aðeins nánari skildur mér, segir maður það ekki. Nei, heldur er gæinn í síðasta leik. Já, hann var ekkert skildur eða hvað? En frá því í síðasta leik þá var það þannig að þú fórst með rangt mál allan einu sinni sem ég þarf að leiðrétta. Já, var það bara einu sinni? Já, það er allan einu sinni sem ég þarf að leiðrétta. Þá sagði hann nefnilega að hann Sverrir Mar hefði farið í klippingu permanent hjá Kötlu en hann gerði það ekki, heldur fór hann til Lovísu og ber okkur því að leiðrétta þann misskilning því að ég fór náttúrulega og heyrði í minni mannesku Lovísu og hún var gríðarlega sár að þú hafi bara fleikt þessu í lofti á þess að vita nokkuð skapaðan hlut það sem gerðist. Nú, það er fyrsta hornspyrna leiksins. Já, eitt horn. Teljum hornin aftur. Ég klikkaði svolítið í talningunni senast. Ég skal sjá það bara. Jón er greinilega í 10 þannig að Benni hlýtur að vera 20. Það er bara nokkuð ljóst. Já, það getur verið. Og það er... Ekki fjari lagi. Þetta er annar leikur. Nei. Jú, þetta er annar leikur í lengjunni. Þeir byrju á því að tapa fyrsta leik á móti Elliða sem var gamla liðans Nonna Krip. Já, leikmennirnir þekktu þjálfaran of vel. Já, það er yfirleitt betra öfugt að þjálfarinn þekki gamla liðin. Það fór hinringin í síðustu helgi. Ég skilði þið, þannig að það var brekka. Það var mikið brekka. Já. Er Fylkirinn í bakverði, hvernig er það?
Ég bara, mér sýnist það, en er það ekki, þetta ekki horn reyndar, hann klappar fyrir honum, þetta horn, en hann eitthvað. Kostik sáttur, þetta sonur Luka Kostik, þeir að vinna með svolítið feðgarnir, með sama nafn nánast tvisvar. Hann heitir Alexander, Luka heitir Lukas. Já, þeir nefnilega vissu ekki að þeirra, sko, venjulega nafn myndi haldast. Þeir héldu að það myndi hverfa, þannig að Lukas, hann héldu að, Luka myndi hverfa þegar hann myndi bæst bara við S. Eðlilega. Þetta bara eins og jafnaldri minn, hann heitir Arnar Ólason, var alltaf kallar Arnar Ó. Og hann ætlaði að bæta við Jóð og N, því hann alltaf kallar Arnar Ó, en hann bættir henni við bara Jón öllu nafninu. Hann heitir Arnar Jón Ólafsson Girdal. Hann svipaður stað og Luka Kostik í lífinu. Mitt. Luka Kostik náttúrulega kemur til Íslands, byrjar að spila með Þór. Vel gert og Gunnar grípur þetta vel. En IR eru að spila í sömu deild og Kári enduðu miðadeild, 7. og 8. sætið ekki á fyrra, aðeins fyrir ofan Kára. IR hefur einu sinni spilað í efstu deild, það var árið 1998 þegar þjálfarið þeirra var Njáll Eiðsson, ég held að þeirra fengu ykkur 18 stig og endaði í síðasta sæti. Það var markmaður þeirra var Ólafur Þór Gunnarsson sem síðan kom til Skaman og var bæði Íslands og bikarmeistari árið 2000 og 2001. Þeir fjallu þarna með 18 stig eins og áður sagði, fjallu bara í síðustu umferðinni. Móti hvernig töpuðu þeir? Það ég er ekki alveg klárað því, en sko þeir hafa aldrei farið í efstu deild fyrir utan þetta eina sísón og þeir unnu í 4. umferð IBVF sem þá voru meistarar og urðu meira sem meistarar seinna árið, þannig að það var svona þeirra kannski stærsti leikur í sögunni. Nú skattir rétt framhjá, virkilega fín spilamennska. Það er gaman að sjá að Einar Logi kominn aftur í Kára, hann fílar sig helviti verið þar. Hann náði ekki að spila seinustu helgi af því að hann var að horfa á kærustunni sinna útskrifast í Háskólabíu og það var viðbjóðslega leiðilegt, sagði hann. Já, hún var að útskrifast. En flotti hanni, vel gert. Gríðarlega vel gert, hæfileikarík ung stúlka af Skaganum. Algjörlega. Og hún og Einar mynda þetta skemmtilega par. Gott heimi. Já, og þau eru yfirleitt kölluð bara Einar og Elsa. Einar og Elsa. Elís og Einar. Elisa og Einar. Og þau bara eru eiginlega alveg meira áttar í öllu því sem þau taka sér fyrir hendur. Algjörlega. Og Einar Logi var náttúrulega að spila með Skagamönnum í fyrra. Já, hann var svolítið í hafsend á, hann í hólunni. Gamla góðu núna. Hann fekk ekki ofta að spila þá stöðu og þetta skot og það fer í innkast líka við. Það er ekki langt frá því. Gunnarinn með þetta. Já, við sjáum núna að Gunnar Bragi í marki. Ég þekki það reyndar ekki, ég var hann í marki síðasta leik. Ég er ekki viss það, en hann var allan ekki með okkur þegar við vorum að lýsa. Hann kom inn á. Hann kom inn á í þeim leik, já. Þeir skipta svolítið mikið markmenn, bara eins og nærbuxur. Já, það vonandi skipta þeir oft nærbuxur. Er Marvin á bekknum? Nei, það var enginn á bekknum. Nei, það er enginn, þeir eru bara 4 á bekk. Það lítur að vera einhver leikur hjá öðrum flokki, eða hvað? Já, jú, það er leikur í öðrum flokki. Það er rétt að vera. Það er að skara stundum á og þá er mannekla hjá Káramönnum. Það kemur fyrir. Algjörlega. En það er ekkert slór sem er á bekk. Nei. Við erum að tala Sverre og við erum að tala Helgi Rapp Kjelsson. Já. Og við erum að tala Andra Freyr Eggjardsson, svo erum við að sjálfsögðu að tala Bennavall. Okkar maður. Já. Ég er að vona að hann kom inn á bara svona frekar snemma bara. Er Púslan mætt eða? Púslan er ekki mætt. Það er vonbrigði. Það er gríðarlega vonbrigði. En það er bara ekki eins og allt verður á gósi í lífinu. Hún er örugglega að hlusta. Já, en við gerum ráð fyrir því. Við sjáum hérna labba inn leikmann Afturheldingar. Hann er kominn. Já. Fyrir maturinn maður. Já. Ragnar Már Lárusson. Gaman að sjá hann. Gaman að hann er að slá í gegn í Mosfells sveitinni og þar er hann að spila með Afturheldingu í innkassodeildinni og gerir það lista vel. Nú er ekkert þetta er bara ljóst. Þetta er glórulaust. Við viljum sjá eitthvað kort. Það lítur að vera gult. Það lítur að vera gult. Já, getur ekki hann að verið. Hver var þetta hann? 23. Það var Siggi Kalli. Siggi Kalli með eina fullorðins. Herðu, við erum að fá þær upplýsingar að DJ-inn, Marino Hilmar, hann er meiddur. Hann á meiðslanlistanum. Og á þjálfarnámskeið. Ég veit ekki hvað að þjálfa hann í. Nei. Og Olli líka.
Þannig að Nú, ok, já, Olli þá er Pétur er á þjálfaranámskeiði með honum. Hvað er Eða meiddur líka, ég veit það ekki. Þeir að þjálfa Viðkvöld Andskota, Ekki segi ég. neitt, vita ekkert. Þannig að ég á nú ekki vonaði því að þeir fari nú að þjálfa eitthvað. Nei, ég held að séu bara að plata sjálfan sig þarna því miður. Sjáðu, þetta er Mark byggarinn. Jón nýkomur úr kleinum. Nei. Nei, klúðrar þessu. Sjá. Herðu, hinn Birgir. Já. Þó ekki Birgir Ármanns. Nei. Það væri verra. Það væri bara viðbjóður að hafa hann ennum fyrir Káralið þar að segja. Já, fyrir Káralið þó að það væri svolítið skemmtilegt kannski. Já, það væri fyndið að sjá það. Er hann frægasti Birgir á Íslandi? Birgir Ármanns þar að segja? Það er góð spurning. Ég leiði mér að hugsa þetta aðeins. Já, ég gera það. Þú ert aðdáðandi. Ég er gríðalegur aðdáðandi. Mér finnst hann skemmtilegur, fyndinn og öðruvísi. Nú, hann er náttúrulega einnig klár. Því að árið 1988 að þá vann hann Gettu betur. Já, hann var í góðu liði svolítið þá. Mjög góðu liði. En ég meit Birgir í Maus, Biggi Maus, er hann frægari? Kannski ekki, kannski á sínum tíma. En við kannski tölum kannski ekki alveg það akkurat núna, eða hvað? Nei, ég veit ekkert meira fleiri Birgir. Nei, en fínt að hafa tvo í liði. Birgir Steinn, hann er á topp 10 á Íslandi, ég lofa. Já, Biggarinn, hann er bakari. Já. Nú, mér sýnist bara Fylkirinn vera í bakverðinum. Já, hann er réttfættur, fyrir þá sem ekki vita. Þetta gerist ofta réttfættir menn spila vinstri bakverð. Það virðist Það er ekki sá fyrsti. Nei, það virðist vera tilfelli. Það er ekki að líta lengra, já. Eða hvað? Nákvæmlega. Ef við náðu Haldón. Já. Fylki? Nei. Jú, vonandi höldum við Fylki. Missum hann ekki yfir í Skallagrím. Það væri skellur. Nú, Hertz er á bakinu hjá ÍR-ingum og Hertz hefur náttúrulega verið stærsti styrktaraðili ÍR-inga bara frá því að ég man eftir mér. Já, og völlurinn heitir eftir því, Hertz-völlurinn. Auðvitað, alveg rétt hjá þér. Þannig að þetta helst í hendur. Þeir eru með söpbarann hann fram á hann líka. Sjáu þetta, hinn Biggi, vel gert. Já, og svo krefjandi sending á Andra sem hann nærði vel. Andri kominn inn yfir hægri kantinn, hann á að vera vinstri. Já, ok, hann er bara að skipta núna allt í einu. Já, og sérðu gefið beint á hann. Frábærlega léleg sending sem hann fer bara beint á ÍR-inginn og Andri, hann veifar höndum en hann getur bara sjálfur sem hann kent. Já, hægri bakvörður ÍR-inga á bróður í efstu deild sem heitir Björgvin Stefánsson. Þeir eru, held ég, alveg jafn grillaði báðir. Stefnirinn. Ok. Hann er að læra stjórnmálafræði. Ok, ná nema það. En að standa sér gríðarlega vel þar. Hann er með 8,2 í meðalengum. Ég hef enga trú á því, en það er nú önnur saga. Nú, það er Horn Guðlaugur. Já. Það er númer 3 eða hvað? Jep. 2 hjá Kára og 1 hjá ÍR. Eða hvað? Ég hef mist eins og þetta sé Horn annað horn. Já, þetta er fjórða horn. Já, þetta er fjórða. Fjórða hornið. 2 á lið. 2 á lið, segir hann. Það kom hann að færi úr sem ÍR hefur eins spilað í efstu deild. Já, Óli Gunn var, það mun allir eftir Óla Gunn. Já. Það var svolítið presens í tegnum í honum, hann var að vinna með presensi. Já, og press í nef líka. Já, það er ekki verða. En sko, ÍR náttúrulega, það er náttúrulega verið að tala um það eigi að fara saman eða eitthvað upp í Breiðholti. Annað er bara fáránlegt að gera ekki. Ég meina hvað þetta er samin allt sko, þú saminar ekki öll trúarbröð í heiminu sko, það er ekki verið að samina þetta. Nei, trúarbröð er allt annað sko. Nei, þetta var hendi en dæmdu á þetta. Það verið að samina allt sko, það er alltaf verið að tala um samina allt sko. Þetta er bara ÍR á Leiknir, þetta er ekki eins og þetta sé Ég vil ekki sjá þetta og ég er ánægð með að það er ekkert að frétta af þessu held ég sko. Ég held þetta sé bara í loftinu þarna, ég held þetta sé ekkert að frétta af þessu. Það er enginn af þessum mönnum sem eru inn á fyrir ÍR myndu spila nokkuð tíman fyrir eitthvað ÍR Leiknir. Það er enginn harður ÍR-ingur hérna inn á sko. Jú. Nei, kannski tvíburarnir Már og Ari. Ég hef nefnilega mikla trú á að þetta verði aldrei úr. Koma aldrei til greina. Ég ætla að vera ósammálaður. Leiknir geta ekkert bæði liðin. Akkur ættu þau ekki bara að gera gott úrvalsdeildarlið. Er stoltið og mikið? Já. Það er Gunni vel gert, gríðarlega vel gert. Tæklaði hann, bara tæklaði hann. Bara átan. Tæklaði hann og tæklaði þetta. Byggarinn, hinn Biggi með þetta. Þetta er Alexander.
Hann er kolrangstæður þarna. Svona viljum ekki sjá í Lengjubikar B-deild. Nei, þetta ekki á þessum standard. Hann sér svo vel hérna línuvörðurinn á línni að hann er með meira sem er gleru. AD1. Veit það ekki alveg? Það er örugglega óþægilegt að vera. AD1 er alltaf þjálfara megin. Já, línuvörðurinn. Já, hann er með gleru. Já, Ég er greiðilega ánægð með það. Það er bara eins og dagur í gegnum alla yngri flokkana. Mitt. Brautið aldrei. Þetta er brot, já, flott. Heldur greiðilega líka. Það var nú skemmtilega að hafa Egil Guðvarðar á það var svona flautunni, Guðvarð. Já, nákvæmlega, hann var svona maður þekkt hann. Já, hann var með þetta bara. Já, hann var svona framan af. Já, það var menn komast ekkert upp með neitt kjaftaði. Nei. Þetta þegar tekur aukaspyrnu og þú nærð ekki framfyrir fyrsta mann, þetta er gjörsamlega óþolandi en svo er stundin alltaf of langt og þá er ekkert meira óþolandi Sér Andri alveg með þetta. Tæklar hann. Nei, hann bara hægir á þessu. Gríðarlega vel gert Andra hana. Nú þjálfari Káramanna, Nonni Krið, þekkir ÍR-inga. Var hann ekki að þjálfa eitthvað yngri flokka þar? Jú, held að hann og Lúli, þeir eru saman. Já. Hann er líflegur á línni. Já. Öskrar. Og hann vill ekkert, hann getur ekki beðið af því að á morgun er úrslitaleikur í deildabikarnum á Englandi. Og hann heldur með... Ég veit ekki með hvað lið hann heldur, hann heldur bara, hann elskar deildabikarinn. Þannig að hann elskar þessa keppni og hann vill eiginlega vinna hana í ár og þá er hann sáttur með sumarið. Já, og er Svenni sáttur með það? Nei, en ég meina, hann vill alveg gera vel í deildinni en hann vill gera gríðarlega vel í lengjunni. Já, hann elskar deildabikar, hann fer eiginlega alltaf á úrslitaleik deildabikars í Englandi. Kemst ekki núna því að hann með leik náttúrulega og svo má hann alltaf ekki fara út út af þessari COVID-19? Já. Já, hann er hræddur við þetta, ég tala við hann er ekki. Biggi með flott skot. Nálægt, þetta var nálægt. Alveg vandræðalegt reyndar. Hverjir eru að keppa í úrslitunum? Aston Villa og City? Yes sir. Já, ég held að Aston Villa tapi. Því miður. Guardiola elskar hann jafn mikið og... Já, og Nonni Krið, ég elskar þetta jafn mikið. Þeir spila sig út úr þessu, þetta er gríðarlega góð pressa og Kára koma svo... Nei, það er hægt að við. Þeir hægt að við. Nú, það er búnar, eins og ég áður sagði, þá erum við mínúta eftir, þannig að það eru búnar 16 mínútur og 48 sekúndur og þetta er búið að vera frekar dauft yfir þessu. Þetta er bara búið að vera leiðilegt. Já, það er einhvern veginn engin svona... Teiturinn er búinn að fá besta færið. Já, Röndar fekk fínt færi. Ekkert átasaðan. Þetta var púra aukaspyrna en við tökum þessu og þarna dæmir hann ekki en þarna hefði kannski hann átt að dæma. Eða hvað? Það er allt í rugli hérna í þessum leik. Helgi. Andri biður hann að fjær. Þykist vera með þetta. Þetta er alveg vandræðalegt. Sérðu, Teitur er búinn að missa hraða eða já, hvað? smá. Og það er skot í bara stöngina maður. Hann Hanna skall hurnar í hælum eins og þið segja. Það var ekkert át Andri áfram með því. Nei, það var eitthvað lítið en hann allavega lét vita. Andri á brjálar hann hefði betur fylgst bara með leiknum og reynt að taka stungusendingunni seinni þar að segja. Hann var alveg brjálaður að fá hann ekki í gegn. Svona getur skapið farið með mann í gönnur. Algjörlega. Hann þekkir hann Andri. Hver er frægasti ÍR-ingurinn sem hefur spilað fyrir ÍR? Ólafur Þór Gunnarsson. Nei. Já, það er ég er allavega að veit að markaðasti leikmaður þeirra í efstu deild en þeir eiga náttúrulega bara eitt tímabil. Það er Sævar Þór Gíslason. Hann telst nú eiginlega ekki ÍR-ingur, hann er Selfyssingur en ég var að pæla hann er gæinn sem fór í Fylki. Eiður Smári Guðjónsson? Hvað með hann? Eiður Smára? Já, hann spilaði aldrei með meistaraflokki þannig að ég var að pæla Árni Freyr Guðnason, hérna það? Nei. Árni. Í hvaða liði var hann? Hann var í Fylki eins og skoraði eitthvað 2 mörk. Nei, hvað hérna? Hann er F-fáingur Þetta kemur vonandi. Já. Þeir eru nokkri hérna með fræga pappa í liðinu. Það er ekki bara Alexander Kostik, heldur Viktor Örn Guðmundsson, sonur Gumma Hilmars á Mogganum. Var hann ekki rekinn þar? Jú, hann var látið fara. Hann var látið fara? Já, alveg rétt. En sonur hans er inn á. Hann spilaði með Fjarðabyggð og Fylki og FH. Vinstri bakvörður á sín tíma. Ég held að sé eitthvað annað núna. Númer hvað er hann inn á?
Hann er ykkur staðar hana. Já, hann er ykkur staðar í byrjunarliðinu. Já, hann er í starting. Já. Já. Gunnar Bragi með eina af gamla skólanum, fullkomin sending, móttakan í Fylki. Ekki svo best verið á kosið en það reddast. Já. Við bíðum alltaf eftir 31. mínútunni hjá Fylki. Það er alltaf mínútan sem hann toppar. Alltaf á 31. skilar hann sínu til samfélagsins. Munið að horfa á klukkuna 1 mínútu. Já, sem sagt þegar þetta er 29 byrjar, þá er hann svakalegur. Þannig að það er skallið hann Einari á Andra sem að gefa bolta fyrir og það er hérna leikmann númer 4. Leikmann númer 4 náði að hver á það aftur. Það er Már fyrirliðinn. Mási Vidda. Já. Pappa segir mitt Viddi Múrari. Já. Besti múrarinn í Breiðholtinu Efra. Hann er á Skaganum en hann er bestur á landinu. Viddi Múrari sko. Já. Hvað ætlaði þú að segja? Það er bara eitthvað kjaftstopp að þér. Já, Þú ert að fá einhver heit hérna. Já. Það er verið að senda á mig að Reynir Haraldsson, vinstri bakvörður, hérna, Íringa, hann sé frægasti. Já, en hann getur ekki hann er ekki besti Íringur frá upphafi, eða hvað? Nei, hann getur ekkert í dag. Getur ekkert, en hann er náttúrulega... Hann er söngvari, hann er svolítið að baslast hana með Halli Flosa og Viktori Jóns og þeim. Heitir þetta ekki venjulegi gaurar? Hann er alltaf þekktur hjá ungu kynslóðinni, það er nokkuð mögulega. Hann er þekktastur þar. Boltinn er byrjáður, nei, ekki alveg. Þannig að við skulum gefa honum það í bili, ég veit ekki með það. Já, sko, ég fekk hérna eitt skilaboð að hann er rangur. Aldrei rangur held ég, en það verður bara að hafa það. Nú, það er sem sagt nýjársbarnið, Eyjólfur hérna Héðinsson. Já, hann er Íringur. Já. Hann er fæddur 1. janúar 1985. Hvað spilaði hann? Spilaði hann eitthvað viti í efstudeild? Fyrir ÍR? Nei, hann var 13 ára, þannig að ég held að hann hafi ekki alveg verið komin í liðið, en hann var örugglega á bekknum. Þannig að hann var það góður, en náttúrulega er hann náttúrulega eins og þú nefndir áðan náttúrulega kannski frægasti Íringurinn er náttúrulega Sveppi Krull, því að hann er Íringur. Já. En hann var meira í handkastinu hann í horninu. Hann var drjúgur í horninu, sko. Já, algjörlega. Hann er góður íþróttamaður ef hann var í formi. Hann er með þetta í sér. Já. Sverri er farin að hitta upp eins og við sjáum, það eru gríðarlega góða fréttir. Hann er reynda bara að þykjast, hann er ekkert að hitta upp, hann er eitthvað... Er hann að taka dotta á þetta? Já, hann er svona, hann hugsaði svona ég ætla að fara á 20.000 og láta nonna Krif vita, ég er sko mættur og ætla að koma snemma inn á. Já, það eru tveir sem eru bestur á Íslandi að vera lélegir að hitta upp. Þú ert bestur í að vera lélegastur í einhverju. Veistu hverju það eru? Nei. Það er Þórður Þorsteinn, hann gerir aldrei neitt. Nei. Og svo er það Hjörsi Hjass. Já, hann gerir ekkert, hann situr og þykist fyrir að teygja. Það er vandræðilegt að horfa á það, sko. Svo kemur hann saman inn og skorar. En hann skorar ekki úr vítum, samt. Hann skorar ekki úr vítum. Nei, Messi skorar ekki úr vítum, sko, en hann var getur hófald það. Já. Hvað er hann að dæma mann, uglan hann á... Ég held að hann hafi verið með rangstöður, þannig snert hann ekki boltan. Þetta er alltaf... voða Ertu bara hann að taka aukaspyrnuna? Nei. Þannig að Íringarnir náttúrulega sko eru í Breiðholtinu og þeir eru í neðra Breiðholtinu. Já, þeir eru þar. Er ekki betra að vera þar? Jú, ég held það. Það er svona aðeins opnara svæði og það er náttúrulega Mjóddin. Hvar myndir staðsetja Mjóddina? Mjóddin er bara á toppstað, myndi ég segja. Já, í Breiðholtinu. Já. Herðu, það er gríðarlega gaman að sjá að Hilmar er mættur hérna í höllina. Hilmar Halldórs. Já, og uppáhaldsvinnur hans er með honum. Það er að segja Sveinn Logi sem á ammæli sama dag og hann. Þeir eru bestu vinnir og eiga ammæli sama dag. Það er rosalega góð blanda. Já, það er voða þægilegt
Þá svona þegar þeir eru að halda veislu og þá geta þeir bara haldið hana saman. Já. Nú það er horn. Ok, 5. hornið. 5. Held ég. Já, jú, númer 5. Held ég, alveg örugglega. Nú Gunnar Óli tekur þetta. Gunnar Óli hefur náttúrulega spilað með íringum í ykkur hartnær 2 ár. Já. Og kemur með mjög góða Kom frá Fjarðabyggð. Kom frá Fjarðabyggð? Já. Já, ok. En Einar Logi var með þetta hana og skallaði boltan frá marki Kára. Gerði það gríðarlega vel. Einar hann að fíla sig hérna á fremri miðju. Þetta er skrítið að sjá þetta. Já, þetta er nýtt. Þetta er nýtt á nálinni hjá honum. Gjörlega. Hann er nefnilega gríðarlega góður hafsend og einnig miðjumaður líka. Ég meina þetta er hafsend sem á heima í slöku liði í Pepsi Max deildinni, ekki spurning, þannig að hann stóð sér bara vel hjá IA. Algjörlega. Skoraði nokkuð mörk og sjálfsmark. Já, hann skoraði eitt sjálfsmark. Það var ríkalegt. Sólin var fyrir, eins og ég Baldri segi á Þróttarvellinu. Það er mitt 2014. Já, töpuð út af sólinni. Já. Það var vandræðilegt. Spila móti Vorsólinni, þessari kvöld Vorsól, það er viðbjöður. En við þurfum ekki að hafa áhyggjur af kvöld Vorsól hér inni, því að það einfaldlega, hún kemur ekki. Nei, og það er mjög gott viður fyrir þá sem vilja kíkja. Hvernig stendur þið þessu hana? 19 eitthvað? Já, ég hafa verið að drulliðu mig hérna eitthvað fyrir að vera ekki að fylgjast með í enska boltanum Fantasy. Þetta er alveg óþolandi leikur, hérna eitthvað Fantrax. Já. Ok. Og Eggert er með boltan og það er skot og mark. Og hann verður rangur, já, ég held að hann hafi alveg verið kolrangur hann einan hana. En við viljum kannski hérna að fá Einar, hann var eins og gammur hann. Hann var bara eins og gammurinn. Já, hvaða gammur? Hrægammur. Já. Þannig að hann hérna, við viljum sjá það að hann svona taki leifarnar. Já, næst má hann bara láta gamminn geisa. Einmitt, það væri ekki verra. Nú, það er horn. Já, þetta er að morast inn hornin, 7. horni í dag. Alveg bara, það er bara jafnmörg horn í þessu og innköst. Já, sjáu þið tegin á Sverri, þessi góð. Vel gert. Þetta er ekki viðurkennd aðferð sko að vera eitthvað að teygja og labba eitthvað svona. Þannig að, þú veist, þetta er bara fake. Fylgist aðeins með Sverri núna, hann gerir ekkert. Hóstar hérna, nýkomi kórónuveiruna. Var þetta hann hana á einn maður á 30-aldri? Var þetta á 30-aldri? Nei, var þetta á 50-aldri. Vel gert hjá byggarnum. Byggi gerir vel. Fylli með ömulega hreinsun. Já. En hún dugar. Já, Gunni með þetta. Grípur í annari tilraun. Yes, það er yfirleitt betra. Já. Og beint í rjáfur. Nei, Gunni veit nákvæmlega sentimetra fjölda upp í rjáfur og hann yfirleitt skýtur aldrei upp í rjáfur. Nei, ég held að hann hafi aldrei gert það. Ég held að hann hafi aldrei gert það. Það er kostur. Hvað er hérna? Sérðu, þetta er aldrei rangur. Guðfarinn. Skoraði drengur. Yes. Í annar tilraun. Guðfinnur. Bara alveg vel klárað hjá drengnum. Vel gert. Við ætlum að bara fá að sjá þetta aftur. Þetta var... Ég held að þetta hafi verið bara alveg kostulegt hjá honum. Hann vissi alveg hvað hann var að gera, hann sett hann í löppin á markmann og fekk hann aftur, 1-2. Ekki flókið. Ekki markið, já. Þarna, glæsilega vel gert. Þetta er ekki flókið. Sá hann bara skotið, það er nóg. Algjörlega, það þarf ekki meira. Við bara þekkjum þetta allt, inn og út. Og Guðfinnur, eins og alvöru framherjasamir, þá skora hann í annari tilraun. Já. Það er oft mjög gott bara að skora í annari tilraun. Já. Þeir eru eitthvað að tala saman hérna, dómararnir. Var þetta rangstað? Nei, sögðu þeir. Það er komið var í Lengjubikarinn. Já, við erum með varið hérna og við sáum ekkert athugavert við þetta. Styttist í mínútur hans Fylkis fyrir þá sem eru að fylgjast með. Já, alls ekki glemma því. Já, Birgir, hann bara skilur honum. Vel gert. Þetta er flott byrjun hjá okkar mönnum. Engin spurning, gríðarlegur kraftur og mikil elja, mikil nánd, málning, blýantur og krydd.
Þannig að það vantar ekki. En það vantar ekki. Hérðu, Árni klikkar, hann hefur aldrei tekið vitlaust yngast aðeins. Fylgstu með hvað hann er góð yngast. Stígur alltaf akkurat á línuna. Aldrei yfir hana. Geggjaður yngstum. Árni klúrar ekki miklu í hérna lífinu. Nei, bara, ég hef ekki séð að gerast. Nei. Bara eins og Hatti. Hvar er Hatti? Já, ég ætlaði að fara að segja það þegar Guðfinnur skoraði á hann. Hérna, hvar er Afans Hatta Stull? Hann er ekki á, hérna... Hann er ekki á skýrslu. Ég tók pilsu, já, ég ætla rétt að vona það. Hann sé ekki með einhverja pest. Ég er ekki að nenna því. Ég held að hann hafi aldrei fengið neina pest. Þetta er þannig maður, sko, að hérna, hann er ekkert að fá einhverja pestir. Nei, aldrei gert, held ég. En hvað er Auðun? Er hann hættur í Kára, veistu það? Auður í mörk? Nei. Auðun Ingi? Auðun með einu enni? Já, með einu enni bara. Já, ég held að hann hafi bara... Eftir að hann fór í bæinn? Já, það var erfitt. Kannski hann fari bara eitthvað lið þar? Ég efa það. Ég held að hann er flottur í bara Elliða til dæmis. Gæti þér að vera drúgur í Elliða, en hann þekkir enga þar, þannig ég nenni því ekki. Já, ok. Og það er mínútans Fylkis, hann er með frábæra sendingu á sinni mínútu, það sjálfsögðu. Fylkir, náttúrulega, spilaður oftast ekki bakvörð eða hvað. Nei, þetta sé lítið í því. Hann bara fer í þær stöður sem honum er sagt að spila. Þetta er bara draumur þjálfarans, hann gerir bara það sem hann sagt að gera og stendur sig alltaf vel. Hann bara fer út allt, nema hann fer ekki í mark. Nei, og núna er hans mínúta, fylgist þið með, hann er svakalegur. Algjörlega, sjáu þið hann að, ég get lofað þið, sjáu Fylkir, nær hann Georg Gunna, wow. Ekkert flókið, fær hann jafnvel aftur, nei. Hefði Gunni vitað og segja Gunnandi fyrir næsta leik að gefa bara á Fylki á þessari mínútu, þetta er hans mínúta. Það er spurning hvort að hérna Gurran sé mætt til að horfa, ég er ekki viss, ég hef ekki séð hana. En hún er alltaf svo spennt, hún er kannski bara mætt í lagningu af því að hún er svo spennt að það er afsótið hjá henni í kvöld. Hún getur ekki beðið. Ætlar að spjalla hana þar? Ég ætla bara að fer á Trúnó með Gurri í kvöld, get ekki beðið. Það er flott og mark. Sérðu, get inn. Alla ekki flókið. Yes, þetta er bara... Jón Vilhelm Ákason með þetta líka laglega mark. Og þetta er hans, já, sjáum þetta aftur hérna, nú Andri með fyrirgjöf, hann nær ekki til knattarins, hann Einar, Einarlogi, en þá kemur Gammurinn, tekur þetta, staðan á 2-0 og já, þetta er bara þægilegt. Það ætti að vera hérna, fyrirgjöf, ásakið, þetta er fyrir hálfleikur, en sko 2-0, Kári hafa nú ekki oft tapað niður 2-0 eða hvað? Nei, Kári er yfirleitt í því að lenda undir frekar. Þeir eru nefnilega betri í því, þannig að kannski er þetta verra. Já, getur verið, ég er smá smeykur við seinna leik. En með hana Gurru hérna, hún fekk aldrei að vita að hún ætti að koma til okkar hann í seinasta leik. Nei. En hún talaði við okkur báða seinna og hún var gríðarlega svekkt að enginn hafi komið til sín. Hún má koma núna á vill en ég býst ekki við því. Hún er í lagningu eins og hún er í lagningunni. Hún fer hann alltaf á lagningu þegar hún er að fara ásóttíð. Já. En þetta er ekkert skrítið, hún vill vera fín. Það er leikmann með 21 er með boltan hann. Gefur á bakvörðinn. Stefnir hann? Nei. Hann stefnir ekki allan að marki. Þetta var hræðileg fyrirgjöf hjá honum. Já, tekinn. Andri með þetta. Söngvarinn veit ekki neitt. Veit ekkert hvað hann syngur. Nei. Og það er byggarinn, hvað gerir byggarinn? Keyrið á þetta. Kemur frábæra skiptingu, Eggert. Skítur. Ekki. Núna. Já, ok. Þetta var búið. Skyndisókn á einingunum. Og hvað gerist hérna? Númer 18, leikmaður númer 18. Ekki. Hann krossar hérna vinnur hans og mark. Og Alexander hérna ekki alveg með á nótunum sem betur fer fyrir Káramenn því að þetta leit nú alls ekki vel út en hann meiðist Einarlogi og stendur aftur upp og fær boltan aftur í sig og gríðilega vel gert en hann er eitthvað tæpur. Nei, við skulum vona að hann harkið af sér. Já. En hérna ég talaði við... Já, ef hann er sonum móður sinnar þá harkar hann af sér, engin spurning. Algjörlega. Og hann er það. Hann með boltin upp í rjáfur. Já, en þetta var ekki Gunni sem sett hann. Nei. Birgir. Ég ætla að segja hérna Hallur Freyr. Já. Besti, með betri uppbytunarþjálfurum á Íslandi. Hann ætlaði að sjá uppbytununa hjá Kára. Ég hef hvergi séð hann ætlaði að vera á bekknum. Þannig að hann
sveik sín orð. Hann þjálfaði kallinn klukkan 10 í morgun. Já, ég vissi að því hann ætlaði að þjálfa það, sko. Svo sagðist hann að mæti í leikinn. Var hann góður í dag? Kallinn tók einhverjar 40 armbeigur á annari löppinni og tvöfald kamokatse. Og það skot og það fyrir yfir. Vel gert. Var það erfitt? Kamokatsið? Já. Ég fyrir létt með það. Var Hallur góður í dag? Hann var fínn. Hann var flottur. Gríðarlega svona mikil ástríða í honum þegar hann að þjálfa og maður sér hann hefur gaman að því sem hann að gera og það er svo gaman þegar að menn finna sína þjöl í lífinu og það er algjörlega það sem að gerast hjá Halli. Hann er að klára námið. Já. Sérðu? Þristurinn með sendingu á Kristján eða hvað hann heitir? Kristófer. Já, okkar. Það var rétt. Tímiður. Já. Andri þykist eiga hingast, ég veit að hann á ekki. Gamalt triks. Virkar það oft? Virkar ekki oft. Nei, ég held ekki, sko. Já. En er einhverja kannónur svona á bekk hjá íringunum? Ég hef ekki... Annað en frændið minn? Já, annað en frændið þinn, hver er frændið þinn, hann núna? Nei, hann er markmaður, Helgi Freyr, hann Þorsteins. Þjálfarinn, já, það er sko... Það er einn á bekknum sem hefur spilað í efstu deild. Hann heitir Halldór Arnarsson, kallaði Dúddi. Þetta er einhver leiðilegasti leikmaður sem ég spila á móti. Já, ok. Byrju, með hvaða liði var hann í efstu deild? Já, með Frömmurunum þegar Bjarni Guðjónsson ákvað að hægja sér og kaupa alla leikmenn og bara... Þeir eru ennþá að byggja upp og þeir eru hérna... Albert er einmitt inn í höllinni, hann er að taka þátt í uppbyggingunni hjá Fram. Já, uppbyggingin heldur áfram hjá Fram. Það er svolítið. Það er engin spurning. Nonni Sveins er að sjá hana núna. Já. Og Valtarinn er komin í stjórn aftur. Hann fer á límingunum í hverju leik. Ég held að hann sé komin í stjórn. Í alvörunni. Hann var á seinasta leik, ég mætti að horfa á Albert vinn minn. Og Valtarinn var sko... Hann var að skýta í sig á hliðarlínunum og stressaður. Það var bara ein aukaspyrna á velli. Bara hvað er þetta dómari? Já, hann landaði dómarinn að heyra það líka. Ég veit ekki hvernig hann er þegar hann horfa á AC Milan sko. Það er miklu verra örugglega. Já, hann er aftur að gera þetta þarna á bakvörðinu. Hann sparkar eitthvað svona skringilega í boltann og gerir það vel. Ég er ekki alveg að skilja þessa tölfræði en það verður bara að hafa það. Hann er svolítið skrítin holning á hann. Já. Bara eins og bróður hans. Já. Það er eitthvað fyrir. Númer 23 náttúrulega, hans lífsmotto er margur er knár þótt hans er smár. Það er nefnilega því að mamma hans er dvergur. Eða ekki? Jú, það er rétt. Þannig að hérna... Þetta er bara góð, hann styður bara mömmu sína. Já. Sérðu, hann núna? Hann er með hann? Já. Sér það bara á honum. Góður drengur. Hérna, auðvitað getur það allt verið erfitt, en hérna... Já, ég meina, eins og Steindi talar dvergar fá enga... Þeir fá ekki respekt. Fá ekki þjónustu. Það er ekki hlustað á það þegar þeir eru í húsasmiðinni. Ég veit það. Fólk er bara framfyrir það og segir ekki eitt í burtu. Já, þeir komast aldrei að. Þetta er ótrúlega. Þeir eru alltaf að bíða allir bara farið, bara klukkan 6. Það er bara síðustu. Það er bara dvergar við. Já. og þetta er nefnilega leikmaður númer 23 að reyna að hérna, koma í veg fyrir. Já, hann er að laga þetta í samfélaginu. Já, við styðjum það bara. Já, við styðjum það. Það gengur hins vegar ekkert hjá honum. Það er brekka. Bara svipaði á þér á morgun. Veit það nú ekki. Og var hjá þér í morgun? Nei. Það var eitthvað að fengið sér í gær, eða ekki? Nei, ég drekk ekki. Þetta er að drekka, þetta er bara í gær, eða í morgun. En hérna, það verður að hafa það. En hver er hérna staðan í leiknum? Hún er 2-0 fyrir Kára og það eru búnar 38 mínútur af leiknum. Og venjulega eru þá 7 mínútur þangað til að við skiptum þá eru búin að 45 mínútur leiknum þá er yfirleitt hálfleikur. Já, hvað er hann lengi? Hann er svona í 15 mínútur og svo þegar við komum aftur inn á í seinni hálfleik þá skipta liðin vallarhelmingu. Yfirleitt er þetta gert náttúrulega því að það er greiðilega mikið rok á Íslandi. Þetta var gert út af því sko. Já, veðuraðstæður. Já, veðuraðstæður og eitthvað. Það er engin bara eitthvað, við þurfum að vera hérna megin. Það var ekkert þannig, það var bara svona út af veðrinu að þá kannski var vindur á annað marki og þá ákváðu yfirvöld og sérðu þessi markmaður. Þú aldrei pælt í þessu, takk fyrir þetta. Hann er aldrei verið inn í höll, íringarnir ekki með höll og hann bara beint upp í rjáður. Já, þú sér þetta ekki hinum einn, okkar manni. Nei, hjá Gunna. Sjá, þeir nenni ekki að fara í uppkastið, þeir bara sparkunum yfir, þessi regla er vandræðaleg. Já, við höfum áður komið að því í hérna útsendingu okkar að okkur finnst þessi regla. Já, ég útskýra hana og þetta er bara drasl.
engin spurning. Dómararnir líka, þeir þolið ekki held ég, standi í þessu. Dómararnir voru ekki á okkar bandi, en hinir drullu sokkarnir frá miklu stærra landi. Já. Eins og Skáldi sagði, nú það var 2-1. Frábært, nei, framhjá, skott. Það var, ég held að hann bara varði þann Gunni, hann bara heyrði það ekki, hann hérna Helgi. Það er best að verja þannig. Já, engin sér það. Já, nákvæmlega. Á veit hann að innst inni, ég varði, en það, þú veist. Já, sjáðu Benna, hann er með dúskinn. Hann var að segja, ég varði, hann var að segja, já, ég varði, hann var að segja látt, hann er að hvísla núna Teit, ég varði, okay. Já. En ég held að Teitur trúi honum samt ekki. Nei, ég hef enga trú á þér þetta. Vel gert hjá Árna. En við trúum Gunnar. Engin spurning, við trúum á það góða í manninum. Við höfum alltaf gert það og enginn fara að breyta því núna. Hvað eru margir hérna inn á í sokkabuxum? Er það ekki svolítið skrítið? 1, 2, 3, 4, Það er enginn í í sokkabuxum. 5, 6, 7 í Kára. Þetta er... Það er alltaf að tala um að ég vera svo harðir menn að skaganum og okkar, svo komum bara íenningarnir úr því að Já, þeir eru alltaf glerharðir. Engin þeir veit ekki hvað það er. Nema markmaðurinn. Þeir veit ekki hvað það er. Kristoffer er unga kynslóðinni, hann kom bara með einhver gæi frá einhverju búð bara viljið kaupa sokkabuxur. Það spurði allir bara hvað er það? Hvað er það? Þeir veit ekki hvað það er. Ja, nákvæmlega, og það eru ofmargir hjá Kára. Já, það er eiginlega bara vandræðalegt. Árni er að sjálfsögðu ekki í sokkabuxum. Nei, Árni veit ekki hvað það er. Það er bara sokkabuxur, hvað meinarðu? Hvað er það? Eitthvað buxur fyrir sokka? En, heyrðu, þetta var hendidómari. Þetta var fáránlega vel gert, það var ekki hendi. Gunni. Jú, það fór í hendina á hann, að drepast í hendinni alveg, sjö. Hann er bara búinn, það var að fara að skipta. Segðu frendaginn að hann þurfa að skipta, hann er handleggsbrotinn. Jói, skipta hann út á. Hann, sérðu, teygja. Tekur Sverri á þetta. Dómarinn hjálpar hann á fætur. Skrítið. Það er athyglisvert. Greinilega með honum í liði, eða hvað? En ef við skoðum hérna aldur liðana, þá er þetta í eldra laginu hjá Kára, svona með við söguna. Ég held það. 26,3 ár. 26,3. Það er, já, ég myndi segja að það er mikið. Það er eins og allir leikmenn í liðinu væru fæddir í svona nóvember 93. Já, cirka. En það eru þeir ekki. Nei, bara Teitur. Já, hann er hann að... Nei, hérna bara Benni minna. Benni er fæddur... Benni er í nóvember 93, eða ekki? Jú. Fyrsta nóv. Það er bara eins og liði væri hann. Já, það eru 2 á bekknum sem eru fæddir fyrsta nóv. Það er Sverri og Benni. Þeir eru hérna í sportdreganum. Þeir eru sportdregar. Já. Stórhættulegir. Þeir eru svolítið að vinna með þetta. Gunni svona, þú veist, hann fær sendingu á samherja. Já, hann elskar nýju regluna og mátt gefa á leikmanninn teik. Já. En það spilandi markmaður, góður í því. Virkilega, við erum með Árna hérna. Árni gefur þetta á Eggert sem boltan. Sendingu fyrir og það er Jóni með hann þarna. Eitthvað að dansa með hann inn í teig. Allt í lagi það er ekki hans eigin teigur. En byggarinn er með glæsilega sendingu. Sem að, sérðu, hann sparkar eitthvað svo astanlega í boltan. Ég skildi ekki alveg. Snýr upp á löppina eitthvað fáránlega. Mjög sérstætt en hefur ekki hérna... Stefnirinn er eitthvað, þetta er skrítið hjá hann. Já, en hann hefur ekki hérna... Þú voru að segja frændaðinum að hann hjálpa honum eitthvað... Eins og Aðalsteinn myndi segja að bara sparki miðjun á boltanum. Það er seint klikka. Já, það hefur aldrei klikkað. Hann kann það ekki. Nei, hefur aldrei kunnað. Hann er eitthvað að sparka skakt. En það hefur ekki hérna orðið einhver vandræði samt að því. En svona sérstakt soldið. Já, algjörlega. Einar yfirvegaður. Já, mjög. Það að heita Einar gerir mann yfirleitt frekar yfirvegað. Þú sérð Einar í Einarsbúð. Einar Skúlason reyndar er ekki kannski hérna alveg... Nei, hann er hvað heitir það? Leið þú fer að tala um Chelsea, þá fer hann bara á háunóttum. Já, en hérna, það heitir svona, hann er svona... Hvað heitir það svona... Gótt jafna ekki? Nei, hann er undantekningin sem... Sanna regluna? Sanna regluna. Hann er undantekning sem sanna regluna. Ertu með einhverja fleiri? Er það undantekningin? Já, það er svo leiðis. Já. Bróður minn, hann er mjög yfirvegaður. Já, nákvæmlega. Og Einar Jómnis. Já, Einar Jómnis líka. Og hann bara flautar af á 40.4. Einar Guðni. Nei, hvað heitir hann? Einar Gunnar. Einar Gunnar.
Við tókum okkur stutt Ekkert annað. Það klukkan lítur að hafa verið vitlaus líka á stóra skjánum. Yes, sir.
Já, komið Sölvarsöður, velkomin seinni hálfleik. Gaman að sjá alla hér. Mætingin hefur aðeins bæst inn að... Það er svona aðeins restúrinni. Já. Það er einhverja 50 hæður í húsinu. Það er ekkert að biðja mikið meira. Nei. Og það verður að fara á stað aftur 2-0. Þægilegt hjá Kára. Þægilegt hefur verið. Í fljótu sé ég ekki breytingar hjá, þetta var glæsilegt þarna, hjá heimamönnum, er það ekki rétt hjá mér? Já, það er rétt, já, það er sama lið. En hins vegar eru breytingar á liði Íringa. Jó. Því að þessi hérna, 17 var hann inn á. Hver? Já, Stefnir. Þetta er Stefnirinn sem kann ekki sparka í boltan. Já, það var ekki, nei. Þetta er hægri bakvörður sem sparkar svo skringið. Tían er svona Gumma Hilmars. Já, ég held að þeir sé ekki með eina breytingu. Eða hvað? Addi Vitt. Gæti verið nýjan. Strækirinn. Já, hann var ekki. Pétur sem allt getur. Pétur sem allt getur. Friðriksson er komin inn á. Ég held að hann er eftir að setja massitt á leikinn. Ég held ekki. Ég bara veit það. Ég heldur að setja mark. Sitt á leikinn, sagði ég. Nei, heldur að setja mark. Nei. Nei, það er gott. Við sjáum við komum með alvöru myndatökumann hérna. Ég veit ekki hver þetta er og hvað hann er að gera hérna. Hann er hérna, hann er nefnilega, þetta er pappans Péturs sem var að koma inn á. Já, ok. Hann tekur alltaf upp þegar að hérna, Þetta er Fræðrikinn. Já. Hann er bara mættir í seinna ári, vissi að hann myndi koma inn á hjáleik. Góð móttöku á Stefni, Andri Lesan. Friðrik var búinn að lesa líka. Guðfinnur yfirvegaður, frí í dag, frí á morgun, byrjar að vinna á mánudaginn, klukkan 8:30, opnar starfsbrautin. Aðalmaðurinn þar. Aðalmaðurinn þar, kennir þar bara allt, skiptir ekki máli. Hvort það sé landafræði, danska, sænska, saga, starffræði, íþróttir, list og verkgreinar. Skiptir enga máli, hann kann þetta allt, hann getur kennt allt. Svakalega. Hún finnst voðalega fínt að vinna í skólum. Hann var að vinna í grundaskóla áður. Hann er skólamaður, þó að hann hefur ekkert gengið í skóla. Nei. Sjálfum, þarf að segja. en þá hérna er hann, finnst gaman að vinna í skóla. Hann kannski verður framtíðar gangavörður. Já. Herðu, en þetta var svolítið mikið hérna. Það er byrja árið. Það er beintir í áður. En nú sjáum við að við vorum á réttum tíma þar sé að ýta á klukkuna. Já. Þannig að það er sama klukka í gangi í höllinni og hjá okkur. Sem er vel. Sem er mjög vel. Sjáðu, Andri. Nei, hann er ekki með þetta. Sparkar einhvern veginn skringilega boltan núna. Sérðu holdinguna á honum? Já, glæsilega vel gert. Gefur á engan. Sjáðu, jú, hann að fjarkast. Mási. Já. Másarinn með þetta allt. Það er eini sköllótti maðurinn á vellinum, nummer 8. Já, og hérna, ykkur er hérna, sem sagt, ykkur hluti af Jón Vilhelm, það er sköllótt. Já, það er smá hreiður. Já, þannig að hann er því miður í afnetum. Já. Já, ég held þetta sé aðalega sko pappans sem er, já, hann var ekki alltaf pappi á, ég get taka þetta af, hann bara nei, þú tekur þetta ekki af. Bannar hún þetta. Já, hann bara Áki er náttúrulega grjótharður. Já. Hann hérna vill ekki sjá það að hann fara að hérna fikta eitthvað við hérna rakvélina. Nei, hann er ekkert að vinna með sjálfur alltaf mörg hár eða hvað? Áki? Já. Jú, hann er nefnilega með fínasta lupa, hann fær þetta nefnilega í móðurætt, því að hérna Avans, sem sagt Tryggvi Björnsson, hann er ekki með mikið á hérna sínum og hérna bróðir mammans, Guðbjörn Tryggvason, sér það, hann er valla með neitt. Nei, hann er með, það er bara drast sem hann er með. Tryggvi Grétar, ég reyndar veit ekki, ég held að það sé eitthvað þunnt á honum líka, sem er sem sagt hinn bróðir. Já.
en Tryggvi Björn, hann með þig? Já, það eitthvað, já, þann fær það í móðurætt. Já, Þóra með fínt hár. Já, fínt hár á Þórunni. Þóru. En þeir voru eitthvað, heimta eitthvað í Írlingarnir, ég held að það hafi ekki verið neitt á þetta. Þeir vildu fá hendi víti, það var ekkert. Nei. Afgreitt. Við sjáum að Káramenn þarna þykjast hitta, þeir eru 3, Benni að fara á klósetti núna, þannig að þeir eru 3 að hitta. Einn í gegn. Engin ástæða, Einar, flott, það er mark, flott. Vel gert og... Új, beint í stöngina! Það var alveg... Það var viðbjóðslega pirrandi, segir hann. Já, hver? Ég heyrði það ekki einhver... Káramaður eða Írlingur? Já, hvort þetta hafi verið einhver káringurinn eða káramaðurinn. Káramaðurinn. Vonandi ekki káringur, ekki sjá þá hérna. Nú, staðan í öðrum leikjum er sú að það gengur vel. Flott. Ok. Þurfum ekki að fara betur grundigt í það. Nú, já, með Kára og ÍR í þessum riðli eins og áður sagði Elliði. Nú það er Álftanes, Selfoss og Reynir Sandgerði. Og þessi lið keppa öll innbyrðis og efsta sætið í þegar allir eru búin að spila við alla, svo við segjum, að þá fer efsta sætið í undanúrslit og keppir þar við önnur lið sem að lendu í fyrsta sæti í sín riðli og boltinn fyrir Brjáfur. Það er svolítið skrítið að sé bara eitt lið áfram. Það er svolítið lélegt hjá Birki mótastjóra. Já, sammála því. Ekki fiskir sem hann er að hægja sér. Nei, en hvernig svona, þú veist, Lítsararnir. Lítsararnir er að fara upp. Þeir Bielsa er að fara með á upp. 4-0 útisögur á móti Hull. Hullið er búið held ég í deildinni eða eitthvað. Sýnist það. Þeir eru allan að freka neðarlega, hvort þið séu ekki bara... 17. seti. Já, 17. Það verður gaman að hóla Lítsarana. Toggi Jósefs verður sáttur, þá nennir hann að horfa aftur, hann er plastikfæðan. Já, er hún í 17. Er Hull í 17. seti? Já. Toggi nennir ekkert að horfa þegar þeir eru Championship, eða hvað? Já, hann horfir alltaf. Já, ok. Það er einhver að öskra hann, þetta er ljótt öskur. Hann skilur honum. Sást þetta? Styrkur í þessum dreng. Hann bara tók hann í bakarið þannig. Hann átti ekki break. Það var svo fagmannlega unnið, fagmannlega gert. Eins og allt hjá honum. Allt sem Einar hefur gert í dag hefur orðið að gulli. Bara allt sem hann hefur snert hefur orðið gull. Já. Það er svo Mídas konungur. Það er ekki flókið. Því líkur höfðingi heim að sækja og núna er Árni kominn geysist upp eins og Speedy González, hægri kantinn og það er beint á kollin á Jón sem bara... Guðfarinn! Sérðu? Andri... Bingo! Sáu þetta! Yes! 3-0. Þetta var eitt af fallegasta sem ég hef séð, mark lengi. Nú, við ætlum að fara að mynda þetta aftur, sjáum þetta. Sjáu þið. Vel gert, Kloppi. Markmaður, hann átti kannski að verja þetta eða hvað? Já, hann hefði allavega getað gert betur, hann reyndi ekki. Ég held að hann ekki átt. Hann átti ekki séns, Smá djók og þá erum við einmitt komin í það að það er orðið 3-0. 3 fyrir Kára, ÍR-ingarnir ekki búin að sjá til sólar í þessum leik. Staðan 3-0. Hvað er frendiðin, er hann eitthvað að gugna á þessu hann að þjálfa þetta? Nei, það gengur ekkert. Hann var ekki með æfingarnar í vikunni. Nei, hann þurfti að fara eitthvað og hann er alltaf leigubílstjóri hérna á kvöldin, ekki? Þannig að æfingarnar er alltaf að skerast á. Hann er aðra hverja viku þá er hann leigubílstjóri. Þetta er alltaf að skerast á, eða ekki? Keyrum á Fiat. Já. Svolítið vont starf að vera leigubílstjóri og þjálfari. Já, og framkvæmdastjóri og allt annað. Já, sérum við allt. Hann tvinnar þér saman, toppmaður. Já. Enda frændi minn. Algjörlega, fylgur toppmaður sem þetta er, en hann er með góða aðstoðarþjálfara. Þeir eru kannski ekki svo góðir. Nei, þeir eru lélegir nefnilega. Þeir, eins og segir, þeir voru með æfingarnar. Það gerist bara svona, 3-0. 3-0 á móti einhverju gjaldþrota Káraliði. Nei, segi svona. Það er mannekla. Þeir voru gjaldþrota seinustu helgi. Já, algjörlega, en það er náttúrulega mannekla. Þegar það er mannekla þá stíga aðrir upp og hóa sér saman og úr verður oft bara ágætislið. Nú,
Avans Halla Stull, hann ákvað bara að fara beint í Garðabæinn og að kaupa einhverjar innréttingar hérna í IKEA. Guð minn almáttugur. Það er í IKEA. Já, hann er í IKEA. Hann er stoltur af því. Já, hann setti það á Instagram. Keypti einhverjar kjötbollur hann á 1150 og einhverjar innréttingar meðan hann á að vera hérna inn á. Hann ætti að vera inn á. Vandræðalegt hjá Avans. Já, hann er alveg með þetta í... Við erum að kalla eftir smá standard hjá hérna... Já. Vonandi bara að hann fái bara niðurgang á svona kjötbollum. Já. En sjáum hérna... Sérðu, markmaðurinn þekkir ekki alveg... Landslagið. Nei. Og gefur þetta bara upp í rjáfur. Það er að senda okkur námskeið. Sjáðu Guðmund Bjarka, hann er alltaf að ná mynd af öllum. Hann hérna er gríðarlega góður ljósmyndari. Hann er svakalegur. Er hann ekki sá besti bara á hann tekur mynd af vél. Hann er alltaf að taka mynd af vél. Já, hann að breyta merkingun orðinu. Já, hann er alltaf að taka mynd af vél. Guffi, einar átt sendinguna. Sjálfsög. Mark Guffi klárar, sjáu þetta, þetta er með hreinum ólíkindum. Guðfinnur setur sitt annað mark í dag, sjáu þið, glæsileg, einn í gegn, ekki flókið, og í fjærhornið. Hann bara í bláhornið í markinu, hann bara, er hann búinn að verja skot í dag? Ég er ekki búinn að sjá hann verja neitt skot, en það er svo erfitt þegar að skotin eru svona góð og þá er svo erfitt að verja. Skulum ekki hengja manni fyrir þetta, hann er Guðfinnur, það er bara eins og hérna, hann er allt annað maður eftir að hann byrja að vinna hann í Fjölbraut að þá hérna hefur greinilega eldan gríðarlega og hérna, hann er allt annað maður. Hann er farin að skora meira, bæta mörkum í sín leik. Staðan er bara 4-0. Það er aldrei slæmt að skora mörk. Nei. Við bjuggumst ekki alveg við þessum leik. Nei, það er greinilega, við þurfum eiginlega að lýsa fleiri leikjum bara. Þetta gengur svo vel þegar við erum að lýsa. Þannig að hérna, þeir eru búin að skora 7 mörk í 2 leikjum. Og áfram halda þeir, en hann er nýjan sem var að koma inn á Pétur Friðriks, Pétur Hrafn Friðriksson og 17, það er okkar maður. Pappans hefur ekki verið ánægður með hann, hann er farinn, pappans. Já, pappans hann bara gafst upp. Rangur. Hann er kolrangstæður hann. Er ekki vissu það. Ég sá þetta, hann er með þetta, hérna, aðstofadómarinn, hérna. Alexander er ekki sáttur með þetta. Býðum við. Kost ekki. Nú ætla ég að segja en ekki þegja, býttu nú við, þannig að leikmaður sem er, hérna, hann heitir... Hvað, númer 10? Hann heitir Ágúst Hjalti Tómasson. Hérna flaggaði þetta? Já, sem flaggaði þetta. Var rangt hjá honum. Vel gert, Gústi Hlins. Hlins? Hann var Tómasson, Ágúst Hlinur. Ó, það er óþarf að henda S-ið hann. Hérna, ég vil bara sjá þetta bara núna. Bara fara að keyra á þetta, bara 7-0. Bara ekkert mál, bara 7-0. Þetta er þannig dagur. Það er merkur dagur í dag. Já, það er 29. febrúar. Jú, þetta er gaman að vera fæddur á þennan degi. Já, hérna, frænka mín, hún er fædd 1960. Fagnar einmitt 15 ára afmæli í dag. Það er geggjað. Já, hún má loksins fara að ríða. Hún er 15 ára. Hún er búin að bíða alveg, hún er búin að bíða í 60 ára eftir þessu. Hún er loksins orðin hérna, nú getur hún farið að hérna, já, hún er lögriða, þannig hún getur farið að eignast alveg börn alveg núna í massavís. Getur við eignast börn, já, það er gott. Því að hún er alltaf búin að þurfa að draga fyrir og gera þetta þannig, því að hún alltaf hefur ekki mátt þetta, sko. Já. Það var nú ekkert á þetta, en við tökum Alexander. Skýtur næstu í Andra sem var ekki sáttur í sig. Jón færi nú að taka þetta, ekki? Jó, hann á að taka allar eitthvað. Andri sagði, hérna, var ég til að taka þetta? Þá sagði Jón, þekkirðu pappa minn, veistu hvað pappa minn er? Hann er svona að tísa Andra. Andri veit að heldur hann sem var að taka þetta, en Jón veit að hann tekur þetta sjálfur. Annars er Áki klár. Yes. Það sem að setur stundum í kleinurnar, hann setur stundum púðurskott í kleinurnar ef hann er illa við þann aðila, þá setur hann bara púður. Hefur þú fengið púðurskott í kleinurnar? Nei. Sérðu, Jón, sáu þetta var mjög skrítið. Þetta var bara drasl. Þetta var alveg agalegt. Þeir voru búin að æfa þetta líklega aldrei, eða hvað? Æfðu þetta alla vikuna. Já, samt var þetta bara viðbjóðslega lélegt.
Þetta var ekki í lagi, vippa bara hann á vonandi sjá þetta aldrei aftur. Hættum þessu bulli, sagði minn maður og Stefnirinn ekki sáttur. Nei. Hann er að tapa 4-0 og hann er brjálaður. Ég meina, íringarnir, þeir hafa ekki getað blautan skítinn í dag. Þeir eru búin að vera alveg vandræðilega lélegir, maður. Þetta er alveg átakanlegt að horfa á þetta. Svo reynar eitthvað að pressa núna, get ekki neitt, Fylli leysir úr þessu skyndisókn, ég held að komi mark. Ég er alveg viss um það. Keyrðu bara á hann ekkert. Það er engin ægi hérna, sjáu þið. Mási er með þetta. Og mark. Loksins, fyrsta skiptið sem að markmaðurinn gerir eitthvað vel hérna í íringunum. Þjálfari Íringa, frændi minni, komið nóg, það er að koma skiptingar. Þetta er grín bara komið tími, en hérna er Tían í góðum möguleika. Kemur með sendikvöður á miðjuna og þarna á að reyna eitthvað nýtt. Og það er eins og talað fyrir döðum meirum. Já. Ég vil fara að sjá einhverjar skiptingar hjá Kára, bara sem fyrst. Herru, þarna fer leikmaður nr. 23 út af. Hann hérna hefur spilað náttúrulega gríðilega vel og er hörku leikmaður, en bara ekki hans dagur. Ekki hans dagur, ekki hans stund, ekki hans staður. Því að hann er farin út af. Það er búin að 61 mínútur leiknum og gæðin hérna var að spila hérna aftarlega á vellinum og það er 4-0. Já, hann má ekki vera stoltur af sér í dag. Nei, mamma sé brjáluð. Já, heyrist ekkert í henni. Nei. Það er stutt, vel gert hjá Gunnar. Hann valdi treyju nr. 23 af því hún er 23. stærsti dvergurinn á Íslandi. Já, ég meina að það er alveg nokkuð vel gert. Það er 23. Hver eru dvergamörkin í dag? Ég þekki ekki alveg dvergamörkin, en það er ekki hátt. Hann vill boltan, fær hann ekki. Já. Nú ætlar ég að segja en ekki segja. Nei, ákveður öfugt. Segja en ekki segja. Þeir eru aðeins að færa sig upp á skaftið Þeir eru aðeins, núna svona síðustu 4,5 mínútu hafa þeir verið að koma sterkari inn. Já, þetta er einhver áherslu breytingar hjá þeim hérna. Við föttum þetta ekki, en þetta er eitthvað... Þetta er að skila sér inn á völlin. Já. Sjáðu, núna kemur mark í miður. Nei, byggarinn með þetta. Og Fylli. Gefðu á Fylki. Sjáðu þið Fylki. Nýskeindur. Frábæra skiptingu yfir. Andri missir. Áfram heldur leikurinn. Skipting yfir. Íringarnir hafa náð taki, maður sjá. Og það er mark. Nei, Gunni verið þetta gríðarlega vel. Fyrsta alvöru færi sem íringarnir fá og Gunni er þá bara mættur eins og köttur og verið þetta gríðarlega vel. Þeir fá horn. Stórleikur hjá Gunna þetta. Algjörlega. Sérðu, svo skammar hann. Það er geggjað, þegar út markmaður að taka hérna, verja eitthvað skot, svo skammar alla hina og þeir bara, já, vel gert hjá þér. Þetta er alveg óþótt þegar markmaður gerir þetta, en Gunni má þetta því hann er með þetta. Já, og mark. En þá í lagi. Já, ok. Sérðu, þeir eru bara, og horn. Þeir eru bara virkilega góðir núna svona síðustu 7 mínútur. Ég held að Kári mun ekki halda hreinu í dag. Nei, þeir eru nú ekkert þekktastir liða fyrir það að halda markinu sinni hreinu, en auðvitað vonum að Nonni Chris sé með einhver áherslubreytinga, en það virðist vera sem svo guðlegur að við séum að fá fyrstu breytingu Kára, en kannski að því að eins og við höfum sagt, þetta hefur þetta aðeins verið að dala, kannski.
Já, okkar maður að koma inn á. Já, við skulum reyfa þessari sókn kannski að klárast áður en við förum að gaspra eitthvað það hver að koma inn á. Ok. Þetta góð sókn, núna kemur skiptingin. Já, nú máttu við segja hver að koma inn á. Hvað þetta? Skiptu inn á? Já, ok. Stundum þetta bara þannig að dómarinn skilur ekki alveg leikinn og þá ber okkur bara að virða það. Já, við séum að núna kemur hún. Hlýtur að fara að koma breyting eða hvað, já. Sjáið þið. Hann hann. Sverri að fara að koma inn á. Engin spurning. Númer hvað hann? Eiginlega. Hann í þristinum held ég. Þristinum. Finnst það fínt að vera það. Já. Og hver fer út af svona oft? Teitsarinn bara, sko, ég held hann sé með mestalagi 60 mínútur maður. Hann að spila 5 mínútur fram yfir. Hann með líkama á við 60 ára gamla mann, þannig það oft mitt. Hann ekki træddur við koronaveiruna, hann Eggert knúsaði bara hérna Sverri eins og enginn sem morgundagurinn. Já, mjög skrítið. Já. Eða hvað? Ég tók ekki eftir, sástu það fyrir leik, voru menn að Það ekki hendur? Já, það var ekki gert í Breiðabliksleiknum í gær. Út af þessu? Já, út af mitt þessu. Já. Breiðablik í að þar að segja. Ég þekki það ekki. Já, menn fóru til Kópavogs og voru niðurlægðir. Já, vonandi tekur Kári bara hvað svipa þetta, niðurlægðir í einhverjum. Nákvæmlega, það svona, lítur allt út fyrir það. Eitt langur. Byggi á Bygga. Já, þó ekki Byggi, en... hann mættur í dag? Nei. Við köllum eftir að hann myndi mæta, síðasta leik og... Mér sýnist hann ekki vera með. Hann bara fann ekkert buff til þess að vera með. Já, hann alltaf buff og hann var ekkert buff hreint. Hann mesti buffmaður Íslands? Já, ég ekki frá því. Svakalega fínt að með buff. Já. Ég væri alltaf með buff ef það væri töff. Já. Það bara ekki viðurkennt, þannig að því miður. Ég að reyna að byrja þetta en þetta gengur ekki. Ég þarf að tala við Bygga. Já. Fá bara, hann yfirleitt með alveg, hann með eitthvað safn heima en það greinilega, Auður ekkert að standa sig, uppþvottavélin eitthvað biluð, ekki uppþvottavélin, hún setur þetta reyndar í þvottavélina en hún greinilega eitthvað biluð því að það öll óhrein. Já, hvað hann að vinna með mörg í einu? 2? Já, 2. Hvað, 1 á hálsinum og 1 á hausnum? Já. Ég vil vera svalt maður. Já. Ef allir væru eins og Byggi þá væri lífið aðeins auðveldara. Já, ef ég verð eins og hann þegar ég er 60 og hvað? 8 ára. Hann ætti að vera fyrirmynda allra 13 ára drengi á Akranesi. Já, þá og hann það náttúrulega, hann náttúrulega kóngurinn. Hann það. En það líta margir ungi drengir upp til hans. Algjörlega. Þeir sjá hann bara hérna í íþróttahúsinu og þeir stara. Já. Gengur ekkert að hann sé að fara inn í klefann, sko, þeir stara bara. Nei, nákvæmlega. Þetta bara eins og að fá Siggi Jóns í gamla daga, það horfðu allir á hann þegar hann var að keppa. Já. Hver það sem liggur hérna eins og einhver hráviður hérna? Það Andri Júls. Andri Júls, það ekkert á hann. Þetta bara eins og með Marra. Hann ekki að koma, sjáðu. Alveg að drepast. En sjáu, hver mættur til þess að Fylkir, hann var mættur til þess að svona, segja, í lagi, ég vona að það sé í lagi. Já, og hann sagði já, bara, sér það ekkert á hann. Svo skallar hann í burtu fyrir á fyrsta varnarmann. Já. Þetta einmitt uppáhalds mínúturnas Bygga, 69. mínúta. Hvor Bygga? Bygga S. Bygga. Já, Bygga, já, bara þegar hann að horfa. Já. Okay. Það lýsir hún svolítið. 13, var það þarna... Númer 13? Já, hann var að koma inn á. Helgi Freyr Sigurgeirsson. Já. Bjóðum hann velkominn. Já, bjóðum hann velkominn. Vonandi getur hann ekkert í leiknum. Nei, vonandi bara skorar hann sjálfsmörk. Já. En við varum alltaf, ég hef enga trú á því, þetta það mikill toppmaður. Pappans Sigurgeir, ég held að sé Sigurgeir Þorsteinsson múrari í á Eskifirði. Ég held að það sé pappans, ég ekki alveg... Á Eskifirði? Já. Allt morandi múrarum hann í þessu írni? Já. Þetta allt múrarar. Þú fær alltaf vinnu ef þú ert múrari? Alltaf. Það enginn að læra þetta á Íslandi. Þetta er... Og þeir vita það, pappa þessa stráka. Þetta að deyja út þessi stétt. Já. Þannig að meðan við þessa frammistöðu íringa í dag, þá ættu þeir nú bara allir að einbytta sér að múrverki. Já, ef að fólk veit ekki hvað að gera, þá bara fara í múrarum. Já. Solid laun. Já.
fínustu laun og hann Mási með fína skiptingu yfir þetta. Það svo Árni hafi ekki alveg leysið í leikinn. Nei. Já. Árni sem kemur úr Árni. Já. Þetta er bara vonlaust. Ætlaðu þeir að spila eitthvað eins og Barcelona, glemdu þeir væru IR og ákveðu því að sparka boltanum út af. Þeir vildu fá skiptinguna strax því það er tvöföld skipting í vændum. Það er ekkert annað. Nú þá ætla ég að vera með á hreinu hverju það eru sem er að koma inn á og mér sýnist þetta að vera Ívan Óli Santos. En allan að leikmann sem er að fara út af þegar kom honum gælega fyrir, það er hann Alexander Kostik og var það ekki hérna, það hefur verið einhver íringur hérna, var það ekki Gunnar Óli sem var að fara líka út af? Númer 19. Já, og inn á kemur í fyrsta skipti í þessum leik Já, þetta var rétt hjá mér, þetta var hann Ívan Óli og svo var hinn leikmaðurinn sem að, var þetta ekki bara Styrmir? Nei, þetta var ekki Styrmir. Nei, ég veit hver það, þetta var örugglega Ásþór Ingi Runólfsson. Já. Barnabarn Ásþórs Magnússonar. Já. Er hann ríkur? Já. Herru, nú dæmir hann á eitthvað, maður sjá, dómarinn, hann veit ekkert hvað hann að dæma á. Þeir spyrja bara ákvaðast að dæma. Ég veit ekki, ég var ekki að dæma á eitthvað áðan. Nú, ok. Og samþykki það bara? Já. Okay. Sjáu því Benna, hann er að hita upp. Hann er alltaf að fara að koma inn á. Já, ekki lofa þér því. Herru, þetta er aukaspyrna á stórhættulegum stað. Viktorinn, hann skorar úr þessu því miður. Það er bara ágæta líkur á því, en sko, veggurinn er samanstendur af Fylki. Já. Svo er Guðfinnur þarna líka. Eggert. Biggi. Það er fínt að bygga í vegg. Og Andri og það er mark. Sér það. Því miður, hann var alltaf að fara að skora. Guðminn almátt. Þetta var ekkert smá góð aukaspyrna reyndar. Sjáum hana kannski einu sinni. Hann sett hann í gamla góða markmannshornið. Sjáðu, Gunni hótar, treystir ekki vegnum eða hvað. Gunni segir bara, sett hann hérna og hann sett hann ekki þar og hann skoraði. Hann bara vissi að hann átti þá ekki að setja hann því að Gunni var klár þar. Já. Þetta var... Gunni gaf hann þetta. Já, þetta var svolítið svona aðeins og vöðvelt, en það var ekkert á þetta. Þetta var einhver aukaspyrna bara og það var enginn að kalla það neitt og þeir dæma allt í einu. Það var skrítið. Já, þetta var eiginlega mjög sérstakt. En eiga er einhver séns í íringarnir. Það er orðið 4-1 náttúrulega sko. Þeir þurfa að mínum að til, ef þeir ætla að eiga eitthvað róð í þetta, þá þurfa að gera mark á 77., 85. og svona alveg í uppbótartíma. Já, svona eitthvað í kringum þessa tíma, það er bara akkurat. Já, bara svona sirka, því að það er ekki svo mikið eftir af leiknum. Ég held að þetta sé bara búið. Þetta skiptir engu máli þetta mark. Þeir kannski skora 1, kannski 2, aldrei 3. Er Kári með bara svona þokkalegt taka á íringunum? Það er greinilega því að í fyrra töpuðu þeir ekki á móti þeim. Árið þar og undan ekki heldur. Þannig að það er eins og að það sé eitthvað svona tak. Já, og ég er að fíla það. Já, ég er að fíla það mikið. Nei, hann vissi ekki að mætti hoppa. Hann ákvað að sleppa hoppa bara. Já. Alveg gali. Hann er ekki í frjálsíþróttafélagi í IR. Hvað er að gerast þarna? Yes! Nei! Það dæmir á eitthvað bara. Það veit ekkert hvað hann er að dæma á. Það rugl er þetta. Sjáum þetta aftur. Þetta er eitthvað, hvað skrítnasta sem ég sé bara lengi. Já. Sjáum þetta. Hann fer kannski á hann að markmaðurinn. Já, gefum hann að markmaðurinn. Eina veit upp á sig sökina. Já. Þetta var brot vel gert hjá Helga, hann er með þetta. Við skulum vona að það sé í lagi. Þetta var algjört óvilja verk. Skulum vona að hann... Eru íringarnir með sjúkraþjálfara, hvernig er það? Ég þekki það ekki alveg, en Svenni sjúkraþjálfari hjá Kára. Biðast afsökunar á þessu, þetta var jú, þeir eru með, Jói Björns er læknir hjá þeim. Biðast velningur á þessu, þetta var algjör púra aukaspyrna, mikið drengurinn, fær vont högg.
en vonum að hann sterkur. Það það. Og skulum vona að hann haldi áfram leik. Ég ekki viss hver þeir eru náttúrulega með á bekk sko Helga Freyr Þorsteinsson sem reyndar númer 1 en hann var á bekk og auðvitað getur hann alveg komið inn á. Mér sýnst hann samt ekki vera líklegur eða hvað. Þeir eru með varamarkmann, annað en við. Já, ef þetta myndi gerast hjá Kára þá þurfti bara sko Sverrir að fara í mark. Sverrir að fara í mark og það kann ekki góður lengur stýra skal ég segja. Hann var senast í marki á N1-mótinu og hann gaf einhver 6-7 mörk á því móti. Já. Það var mjög pirrandi eiginlega. Já, varst þú í vörninni þarna? Já, hann skemmti 8 úrslitin fyrir okkur og hann gaf mark. Vörnin brást samt í því? Nei. Bara gaf það. Hann með hanakamp og eitthvað ríð á kjátt og vissi ekki neitt. Vonandi í góðu lagi með drenginn. Það styttist í fleiri breytingar. Gríðarlega efnilegur markmaður Kristófer. Þú veist ekki það. 20 ára gamall. Ekki að dæma daginn í dag. Ég veit ekki eins og hvort hann sé eins og orðin það. Hann fæddur árið 2000 á því góða ári og vonum bara að hann fái að ætlaði að fara inn með börurnar. Það spurning. Ég vona ekki, en vonum að þetta sé ekki það alvarlegt. Nei. Nú, á meðan við kannski bíðum aðeins þá ætla ég að segja þér skemmtilega sögu sem að ég heyrði í gær. Það var svona, það var einu svona kona, eða sem sagt kona þetta var kona sem tengist á þann hátt sko fjölskyldu minni að frænka, hvort það sé frænka eða systir sem sagt konu sem að ég þekki. Já, ég að fylgja þér. Og sú kona, hún átti að hafa farið út í búð, keypt mjólk en hún átti að kaupa undan hennu. Og bara gleymdi, og rugglaðist eitthvað. Í alvörunni? Já. Og hvað, var hann sátt sem að fekk mjölkina? Nei. Herru, en byrju, núna... Þetta okkar maður, Ívar mættir í marki. Þeir eru búin að gera einhverja 5 breytingar. Þeir eru búin með skiptingarna. Þeir eru búin með skiptingarna. Það eru bara 4 skiptingar í seinna á leik í lengjunni, eða ekki? Já, ég held það. Það ekki 5, það var alltaf í gamla þetta, það voru 5 skiptingar í lengjunni bara, en það eru 4 í seinna á leik. Þannig þeir eru væntanlega búin með það, þannig að það útileikmaður að fara í markið. Það alltaf svona smá gaman eða svona fyndið að sjá það. Já, það svona vill oft hvað með eitthvað dæmi? Það var nú einhverjir, Hjörtur Hjartarson þurfti að spila síðustu 8 mínútur á móti KR árið 2006. Ríó Ferdinand fór eins og marki á Manchester United og þurfti alveg eitthvað gott korter. John Terry fór líka. Það? Já. John Arryn. Já, ég og þetta gerist. Þetta gerist alveg. Og þetta var ekki eitthvað í City daginn, bara núna nýlega. Já, Kyle Walker. Meistaradeildinni, hann varði ekki vítið. Já, alveg rétt. Þannig að þetta alltaf svona... Þetta vill gerast og auðvitað þetta, sko, einhverjir hafa viljað, sko, að má alltaf skipta inn markmann ef markmann meiðir, sko. Já, hvað það? Einhverjir svona gamlir hestar segja, sko, þetta hluta leiknum, það meira 4 skiptingar, eitthvað svona. Mér finnst það alveg valid pæling. Mér finnst það valid pæling því að auðmikið Ívan, ég meina, hann ekki, sko, hann ekki markmaður frekar en ég flugfreyja. Nei, nákvæmlega. Sérðu? Hann hefði alveg getað tekið eina bolta, hann bara vissi ekki að hann mætti. Það þetta kolrangstöður en ekkert. En fyrir þá sem að hafa tekið eftir því, já, pottet, þá komin skipting á Kára. Helgi Rafn komin inn á. Ok, það gleður mig. Já, fyrir Jón, sýnist mér. Jón hefur ekki spilað 90 mínútur í 7-8 ár, þannig að skil það vel. Já. Þannig að hann Sverrir með þetta að segja, hann skallar hann bara. Hann vissi ekkert að hann var að fara að skalla hann. Hann skallaði þetta bara mjög meðvitað. Vissi alveg hvað hann að gera. Já, íringarnir, þeir ekki svona pressa, þeir vita að þetta sé búið og... Já, þeir eru ekki búin að sveita hann annar marki eftir ég sagði að þeir þurfti að skora hann. 77? Já, það bara, þú veist, þetta var alveg rétt hjá þeim. Þetta var valið punktur. Já, það mun ekki gerast. Nei, það einhverja 10 mínútur til leiks loka. Já, en annars leikurinn búinn, úrslitin eru ráðin, Kári sigrar hér í dag. Það bara fyrir eftir, en sjáu þið, þetta bara vel gert hjá Ívanum í markinu. Andri yfir eitthvað kjaft.
Ekki viðskipti. Nei, það borgar sig ekki. Alltaf að vera með eitthvað derring. Nú, Nei, þetta var hrikalega dapurt. þetta bara súmerar þennan leik upp fyrir Írringa, þessi arfaslaka móttaka þarna. Eða, við getum ekki sagt að þetta hafi verið móttaka. Það var bara drastlega honum því miður. Fylkir er bara stórkostna leik í vinstri bakverðin dag. Hann kann leikinn. Hann kann leikinn, þekkir. Þetta var kannski, þetta var ekki honum að kenna. Hann átti alltaf að fara í hlaupi. Já, ég skrifi þetta á Guffa. Já. En hérna, Fylkir auðvitað, er að vinna á Agrasel. Já. Þar sem hann er að skeina. Hann er í góðum málu þar. Já, gerir vel þar. Hann kann að skeina. Já, mjög góður í því. Sjáðu þetta. Gefur hann að bygga og taklar hann. Vel gert. Alveg glæsilegt. En Sverrir. Það er að fara að fá sér fleiri mörk hérna. Kára liðið hérna. Púra víti hérna en hann dæmir horn. Nú með hvaða hornspyrna eru að fara að fá. Eða er ekki búið að vera margir í seinni hálfleik eða hvað? Nei, þetta er samt 9. hornspyrnan í dag. 9. í dag, það er nokkuð vel gjört að telja það. En þú varst með yfir 10 á leiknum eða ekki? Jú, ég er orðinn svolítið stressaður. Já, mitt. Þetta er 100 áskall á það. Já, 100. Sjáum hérna þjálfara Fjölnis að labba hérna. Annar flokkur að spila á móti Fjölni eftir Vel gert hjá í að vinna það. Pabbi Pétur kominn aftur hana. Já, hann er búinn að færa sig. Hann er búinn að færa sig, hann var ekkert búinn á. Ég leið og þeir skoruðu, þetta er Rangstad. Ég væri alveg til í að þeir myndu svona aðeins svona narrast í honum, sér. Hann er að kvarta undan Rangstöðinu, þetta var eins augljóst og verður þessi Rangstöða. Friðrik á ekkert að vera að þvælast þannig. Hvað er hann að rífa kjaft? Hann er eitthvað öskra á hann að Gústaf Hlyn. Þetta var það augljós Rangstöð að hvað heitir hún? Nei. Jú, hvað heitir hún? Við þurfum að halda áfram með að lýsa þessu. Leikmaður nr. 5 með boltan hana. Og það eru einhverja mínútur eftir að þessu. Auðvitað þurfa menn alltaf að klára. Það er leikurinn er 90 mínútur og þó að þetta sé löngu búið og þá verður alltaf að og það er náttúrulega önnur stemming í þessu þegar að markmaður ykkur úti. Sko hann var nýtt kominn inn á hann Ívan sko. Alltaf að sanna sig, skora 2, svo var hann bara settur í markið. Gat hann ekki sett einhvern annan? Þetta er fyrsti leikur hans í 6 mánuði. Þetta er hann stígur bara erfið meðslum. Beint í markið. Illa veginn. Já, kannski er hann var markmaður í fyrra lífi eða eitthvað. Já, getur verið. Eða köttur. Helgi, náði hann ekki alveg. Sérðu? Sjáðu, Gunni verið þetta gríðarlega vel gert af beint í slána. Þetta var svakaleg markvarsla. Við kannski bara sjáum þetta aftur. Já, ef það er ekki bara var það ekki á seint. Anna, sjáum við þetta. Og svo verið í slána. Þetta er svakalegt hjá Gunnsanum. Já. Hann er búinn að verja svona þegar að mest á reynir. Já. Að þá ver hann. Hann er með þetta. Já. Algjörlega til fyrirmyndar í dag. Já. Bara að fá sér eitt mark en það var einhver Messi aukaspyrna sem að hann réð ekkert við. Já. Það er ekki það. Það er alltaf neitt. Það var ekkert á það brot. Nei, reyndar ekki. Fáum við hérna 2 skiptingar í viðbót. Ég ætla að vona að Nonni Krip nú noti allar. Það er 4-1, akkur hendir hann ekki mönnunum inn á. Mér finnst þetta lélegt. Já, þetta er svolítið dapurt sko. Þetta er líka bara óvirðing gagnvart okkar manni Benna. Ég meina hann er búinn að hita. Já, og Andra fyrir Guði. Haukur fyrir þrennu. Sérðu? Yes. Bingo. Ég á þrenna. Auka tekið orð. Þetta er svakalegu leikur. Við þurfum bara að sjá þetta aftur. Nú sjáum þetta aftur. Það er náttúrulega bara Andri sem gefur fyrir á Guffa sem klárar. Þetta er ekki flókið. Eins og að drekka vatn. Yes. 5-1. Guðfinnur Þór Leósson. Þó ekki sonur Leó kennara. Nei. En hann er komið með þrennu. Nú aðrir leikmenn, allir hinnir 20 sem eru með jafnmörg mörk og hann. Já. Samtals. Já, hann er með 3, hann er búið að skora 6 mörk, hann er með 3 af þeim. Það er jafntefli. Einn leikmaður er með 3 af 6.
Það er ótrúlegt. Ótrúlegt. En hann hefur náttúrulega verið hann, nú eru 5 mínútur eftir af leiknum, ég ætla nú ekki að fara að spyrja þig alveg strax svona hver verður, ég ætla að spyrja það svona á 90. hver verður maður leiksins. Já, ég skal velja það. Þá hérna máttu svona horfa á næstu 5 mínúturnar og meta það svona, muna eftir allt sem hefur gerst í leiknum. Sverrir til dæmis búinn að eiga mjög góða inngómu. Já, ekki og hann að sagast. Þetta mark sem að fengi á sig, ég man ekkert á hvern það var ekki neitt þessu aukaspyrna. Nei, það var ekkert á það. En nú er eitthvað að gerast, þarna kemur. Núna erum við sáttir því að okkar maður, Benedikt Valur Árnason, er að koma inn á fyrir hvern? Eggert eða hvað? Hann er farin út af. Já, hann fylgir nýju reglunum, flott í honum, hann kann þetta. Ekki að fara út af í fyrsta skipti í nýju reglunum, þannig að Benni kemur inn á að sigla þessu. Hann átti að gera það líka, hann kom inn á í stöðunni 3-2 á móti hvernig var það aftur Guðlaugur? Rifið það fyrir mér. Það var á móti Augnablik. Augnablik, þá átti hann að koma inn á og halda. Gerði það ekki. Gerði það ekki, við skulum vona að íringarnir fari ekki að skora 4 núna á síðustu mínútunum. En Benni kemur gríðarlega sterkur og brýtur. Segir, ég er mættur. Já. Ég er mættur. Hann Þú ert ekki að komast upp með neitt kjaftaði. Afi minn var hérna, skoðaði bíla. Já. Hann sagði, afi minn skoðaði bíla. Bílabú Benna. Já. En fáum við fyrra mark, eða fyrsta og eina mark íringa í þessum leik var eftir aukaspyrnu og það var Tían sem tók það og hann tekur bara skítur á sig núna. Bara maður leiksins. Andri nefndi ekki að tók þetta. Staðinnan. Sérðu Benna, 1-2 gafbreyningar. Gunni, fyrir Gunni með þetta í vasanum. Róa leikinn. Engin þörf á æsing. Kann öll triksin á Gunnar. Nú áhorfendur á þessum leik í dag, heildina voru 63 sem að bæting, við erum ekki að telja þessa annarflokks skutta sem að hita upp, þannig að þeir sem að hafa hort á voru 63. Þú þarft að vera búin að horfa í minnstakosti hálfleik. Já, sem að það er bæting frá því síðast, þannig að við alltaf hægt að bæta sig. Það er svo fáir íringar sem mæta, það er alveg vandræðalegt. Þannig að þetta eru bara skagamenn sem að hérna. Kitty Jens er ekki mættur í dag, það er... Nei, það er náttúrulega leiðilega fréttir sem bárust af hérna... Syni hans, hann er hérna... Sleit crossband og... Já, bæði held ég, eitthvað lithoversion og crossband. Sýndist mér í gær á Instagram. Það er hrikalegt að heyra, við sendum góða batakveður á þá feðga. Hrikalega leiðilegt, Aron var... Vonandi sjáum við þá í stúkunni sem fyrst að styðja liðið, það væri gaman. Þeir eru höfðingar heim að segja. Alvöru stuðningsmenn og Benni. Hann næstu því. Sáu þið svo markvörslu hjá Ívan, þetta var rosalegt. Og hann er með þetta líka. Hann er bara búinn að vera mjög flottur í markinu. Sjá þetta aðeins aftur, við náum að taka þetta. Sáu þið markvörslu? Hann er bara gert neitt annað en að vera í marki. Þetta er rosalegt. En staðan eftir þessar 88 mínútur er svo að Káramenn hafa gert 5 mörk og þar af hefur Guðfinnur Þór Leósson sem er maður leiksins skorað 3 mörk. Áttu ekki að velja það? Hann var að eiga boltan, það er svo margir boltar heim með honum að hann hefur engan áhuga að taka hann heim. Ég held að hann segi við dómarann, ég nenni ekki að taka þetta heim. Þannig að hann nennir ekki að taka þetta, þannig að... Á ég að velja mann leiksins? Já, máttu velja mann. Ok, sko, mér finnst Fylkirinn, það er erfitt að horfa fram í honum. Hann er með stórkostlegan leik, en því miður, ekki því miður, bara því miður fyrir Fylki, þá verði ég að velja Guðfinn. Já, sammála því. Fylkir næstplötur. Já. Fylkir og okkar maður. Jep. Fylkirinn. Boltinn, sagði dómarinn. Herðu, hann er brjálaður, hvað er þetta? Þetta er Ari Viðars. Er þið hann að tvíburabræðunir hann? Þeir eru alveg snarvankaðir í hausnum báðir. Hann hérna, Ari Vitt, hann hérna átti að fá rautt hann bara. Ég vilja sjá bara rautt hann. Ég held hann að þess að dómarunum að fara upp í... Þangað? Já. Bara norður og niður. Herðu, sérðu, hann nýtir allar skiptingarna sínar. Já, Nonni Krik hann þetta. Hann er ekkert að byrja í fæinu. Nei. Tekur fyrirlegan út af, Andri tekur bandið. Já. Það er að segja af nafna sínum. Ekkert annað. Vonum bara að
hann fái að snerta boltan, það svo lítið eftir að leiknum að vonandi bara að fá hann að snerta hann einu sinni, það væri bara mjög gott. Það myndi gera helgina fyrir hann. Jöp. Það eitthvað skrall í kvöld hjá honum. Ef ég þekki Andra rétt, það var eitthvað skrall á honum. Já. Alvöru target center komin inn á. Já. Sverrir vill fá hann nær. Minnum við á Olgu Farsæð. Já, það svipum með þeim. Gæti verið góð bæði í körfubolta og fótbolta. Andri og Olga. Já, þau eru þannig. Líka mann í það. Já. Sverrir kemur þessu í innkast. Eins og segir Sverrir búinn að frábæri innkomu líka. Engin spurning, hann hlýtur að gera tilkall í liðið í næsta leik. Já, finnst mér með þessa innkomu. Hvað er næsti leikur? Herðu, ég ætla bara að fara í það. Næsti leikur hjá Káramönnum í lengjunni er að sjálfsögðu. Nei, hvaða rugl er þetta, dómari? Hann er spilaður laugardaginn 7. mars, útivöllur á móti Álftanes. Nú Sigga Kling mætir á þann leik. Svo forsetinn, ÍR-ingarnir eiga Elliða heima laugardaginn klukkan 1. Það er verið að samtvinna þetta. Já. Alltaf gerast. Benni, vinnur, herðu. Friðrik fekk hann í sig og ég held hann hafi meitt sig. Við verðum að sjá það aftur þá. Því að það er gott sjónvarp ef að bolti fer svona í áhörundur. Sérðu Freyka. Má sjá. Nýbúinn að vera með tónleika í gær. Sérðu, herðu, hann er að drepast í síðan núna. Hann er að drepast. Já, þetta var óþarfi. Vatakveðir og Freyka. Skulum ekki alveg kenna honum þetta. Nei, Benni, hann var að vonast til þetta myndi gerast. Svo við vorum að segja, Gunni, einn af gamla skólanum. Fylkir ekki vandamálið. Gunni er búinn að pinga þessa bolta á hægri vinstri bakverðina allan leikinn og krossinn og vel gert hjá Andra hvernig hann samt reyndi að fara fram fyrir. Já, hann reyndi að ná stöðunni. Það er Tían sem er besti leikmaður ÍR í dag. Biggi fær létt gult spjald. Dómarinn kann ekki reglunar, hann á að gefa hann gult spjald þegar hann stöppar sókn en hann ákvað að sleppa þarna. Sérðu, hann ætlar að skora aftur aukaspyrnu, gefa það ekki. Og þar með flautar dómari þessa leiks, ágætu dómari þessa leiks af. Nú, frábær leikur hjá Káramönnum. Staðan 5-1 og við bara verðum að hrósa Káramönnum fyrir gríðarlega svona jafna frammistöðu. Það voru allir leikmenn liðsins góðir. Þetta var bara til fyrirmyndar, meira svona. Nonni Krei að vinna gott verk. Já, og það renni að yfir mörkin. Já, hérna sjáum við fyrsta markið. Sendingin fyrir Guðfinnur í annari tilraun. Vel gert hjá honum, fyrsta mark hans í dag. Nú, annað markið sjáum við. Það var ekki af lagaratæginu sem maður segir. Jón skilaði þessu í netið. Þetta er fyrirgjöf frá Andra Júlíusinni. Nú, þriðja markið. Það er einhver staðar þarna. Einhver staðar þarna. Það var náttúrulega, það var gríðarlega vel gert. Já, þetta er það. Fjærhornið, Guðfinnur. Alveg með þetta. Nú, þetta var enda fjórðamarkið en fáum við frá íringunum. Aukaspyrna. Ekkert gaman að sjá þetta. Nei, þetta var vera miður. En þarna sjáum við þriðja markið. Það var náttúrulega Andri sem skoraði það. Já. Gríðarlega vel gert. Svo kom þarna sleggjan í lokin frá Guðfinn. Já. Þetta vera frábærlega Ívan. Þannig að var því. En þetta er bara svona. Svona er þetta gaman að þessu. Já. Þarna kemur hann. Nei, þarna er hann meiddur. Þegar brotið var. Já. Mér fannst það. Batakveður. Já. En við Guðlaugur þökkum bara kærlega fyrir okkur. Þetta er búið að vera ánægilegt. Ég þarf að drífa mig að ná fjölskyldufyrirtækinu að loka